Þá er komið að 7. lið á dagskrá. Það er gjaldskrá Akureyrarbæjar vegna afgreiðslu og þjónustugjalda. Endurskoðun til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér kemur til afgreiðslu liður 13 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 22. desember síðastliðinn. Er lögð var fram tillaga breytingu á 3. grein gjaldskrár Akureyrarbæjar fyrir gjöld samkvæmt lögum um mannvirki og skipulagslögum og önnur afgreiðslu og þjónustugjöld. Í breytingunni felast endurskoðun á gjaldi fyrir útmælingu lóða. Breytingarnar sem hér ræðir koma fram á fylgiskjali með fundargögnum og bæjarfulltrúar geta kynnt sér og verða lögð fram með fundargerðinni, en skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að breytingin verði samþykkt og bæjarlögmanni verði falið að sjá gildistöku hennar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er verið að sameina þarna einhverja flokka, en það sem maður velti fyrir sig þegar maður er að skoða þetta er hækkunin. Erum við að tala um 30% hækkun á þessum einstaka liðum eða hvernig er þetta mál til komið og af hverju er það sett fram með þeim hætti sem gerir gert? Það er að fá svör við því. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú var þannig að ég var ekki á þessum fundi þegar þessi samþykkt var gerð, en ég var bara beðinn að fara með þetta svo að Þórhallur var ekki að lesa upp hér allar liðina. Ég sitt í skipulagsráði en var ekki á þeim fundi sem að samþykktin átti sér stað, en til að Þórhallur sé betri til þess að fara yfir það í hverju þessi gjaldskrár hækkun liggur og af hverju þessi mikla hækkun er. Þannig að Þórhallur, ég gef bara boltann yfir á þig. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi hækkun er tilkomin, þetta eru mælingar sem eru framkvæmdar að UMSA og UMSA sem sagt rukka skipulagssvið fyrir þetta og við höfum, okkar svið hefur ekki fylgt því eftir að hækka þessa gjaldskrá undanfarin ár, þannig að við höfum verið svolítið á eftir og þess vegna er þessi hækkun að koma til í einu lagi svona mikil. Þannig að þarna eru bara raunverulega okkar mistök að hækka þetta ekki bara jafnt og þétt og við erum bara leiðrétta þetta í takt við það sem að það raunverulega kostar að framkvæma þessa vinnu og miðað við önnur sveitarfélög að þá er þetta bara álíka gjald og þau eru að rukka fyrir sambærilega vinnu. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa breytingu að gefa merki. Það eru 10, einhver á móti, enginn og 1 situr hjá.